Þá koma fjórða liðið á dagskrá, það starfsáætlun og stefnuræða skipulagsráðs og til máls tekur formaður skipulagsráðs Tryggvi Már Björnsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við lifum á viðburðaríkum tímum COVID-veirunnar og afleiðingum hennar. Tímabili sem við sjáum ekki enn fyrir endan á og ljósta áhrifin mun gæta lengi. Hvað skipulagsmál varðar hefur COVID-veiran aukið óvissun á íbúðamarkaði og nú eru nokkuð dæmi að þróunaraðilar sé að kanna möguleikana á því að skila inn lóðum og þegar hefur einnig lóð verið skilað inn. Umræða snýr að því hvort hægt sé að fresta verkefnum og létta á skuldbindingum þróunaraðila þangað til þeir sjá betur fram í tímann. En engin ákvörðun hefur enn verið tekin slík úrræði. Þó má geta þess að unnið hörðum höndum innan bæjarins að leita leiða til þess að létta undir með atvinnulífinu eins og sjá mátti til dæmis í fyrstu aðgerðaáætluninni sem birt var núna í byrjun mánaðarins til að bregðast við áhrifum vegna COVID-19. En það skrítið að halda stefnuræðu skipulagsráðs á slíkum óvissutíma eins og nú En leið mikilvægt að reyna að horfa áfram veginn og tapa sér ekki alveg í bölmóðunum. Það eru forréttindi til dæmis að fá að taka þátt hér í fyrsta formlega stafræna fundi bæjarstjórnar Akureyrar. Og það ætlun mín í dag að gefa ykkur yfirsýn yfir stöðu skipulagsmála Akureyrarbæjar og hver stefna skipulagsráðs í þeim efnum. Ég ætla mér að svara spurningum: hver stefna skipulagsráðs? Hver eru helstu skipulagsverkefni framundan? Og hver staða byggingar og skipulagsmála á Akureyri með tillit til uppbyggingu íbúðasvæða, atvinnusvæða og opinberrar uppbyggingar? Loks örlítil persónuleg hugleiðing áskorunum í skipulagsmálum ásamt lokaorðum. Hefst á leikur. Hver stefna skipulagsráðs? Stefna skipulagsráðs á kjörtímabilinu yfirfarin og samþykkt ár hvert samhliða gerð starfsáætlunar. Samkvæmt henni lögð áhersla á eftirfarandi verkefni. Fyrsta lagi, þéttingu byggðar í góðri samvinnu og samráði við íbúa og aðra hagsmunaaðila. Í öðru lagi, tryggja nægjanlegt og fjölbreytt framboð lóða innan sveitarfélagsins, bæði íbúð og atvinnulóða. Í þriðja lagi, uppbyggingu í miðbæ Akureyrar og hafnarsvæði nágrenni við Hof. Í fjórða lagi, uppbyggingu á þróunarsvæðum og Oddeyri, þar sem meðal annars verður heimilt að byggja íbúðir og núverandi athafnasvæðum. Í fimmta lagi, endurskoðun deiliskipulags íþróttasvæða í samræmi við íþróttastefnu Akureyrarbæjar. Í sjötta lagi, koma á rafrænni stjórnsýslu í meðferð skipulags- og byggingamála. Og í sjöunda lagi, endurskoða ýmsar verklagsreglur, svo sem reglur lóðaveitingar, stöðuleyfi fyrir gáma, götu- og torgsölu, skilti og lokanir gatna. Sum þessara verkefni komið vel á stað, sum þess eðlis að við erum alltaf að vinna í þeim og svo þetta einhver sem við erum komið styttur á leið. En hver eru helstu skipulagsverkefni framundan í dag og hver staða þeirra? Fyrst langar maður að nefna uppfærslu miðbæjarskipulags. Árið 2019 var ákveðið að fara í vinnu við að breyta deiliskipulagi miðbæjarins með það að markmið að geta úthlutað nýjum lóðum á svæðinu án þess að fara í kostnaðarsama breytingar á núverandi innviðum. Ekki heildar endurskoðun á deiliskipulaginu að ræða, heldur miðað við að byggja á gildum núverandi skipulags. Í starfsáætlun skipulagsráðs gert ráð fyrir að vinna við endurskoðun miðbæjarskipulagsins verði umfangsmesta einstaka skipulagsverkefni ráðsins á árinu 2020, hvað kostnað varðar. Mikilvægt að endurskoðun skipulagsins sé unnin í góðri sátt og til framtíðar. Því var skipaður sérstakur starfshópur með aðkomu allra flokka sem jafnframt á að tengja saman skipulagsráð og umhverfis- og mannvirkjaráð. Formaður starfshópsins bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir og áætlað að starfshópurinn skili tillögunum sem fyrst. Næsta verkefni sem nokkrar nefna Oddeyri neðan Hjalteyrargötu. Frá árinu 2018 hefur verið í vinnslu tillaga breyttu skipulagi ritsins sem afmarkast að Hjalteyrargötu í vestri, Kaldbaksgötu í austri, Gránafellsgötu í norðri og Strandgötu í suðri. Tillaga að breytingu aðalskipulags var kynnt í október 2019 ásamt hugmyndum þróunaraðila uppbyggingu 4 fjölbýlishúsa, 6 til 11 hæðir. Haldinn var fjölmennur kynningarfundur í Hofi ásamt því að tillagan var kynnt almenningi á Glerártorgi. Í kjölfar auglýsingar tók skipulagsráð málið aftur til umfjöllunar og bókaði að með vísun til innkominna umsagna, athugasemda og ábendinga væri ekki rétt að byggja eins háa byggð og lýsing skipulagsbreytingarinnar gerði ráð fyrir. Sviðsstjóri skipulagssviðs hefur frá þeim tíma unnið að útfærslu tillögu þar sem reynt að koma til móts við helstu sjónarmið sem komu fram í athugasemdum. Má gera ráð fyrir að ný tillaga að breytingu skipulagi svæðisins verði kynnt íbúum og öðrum hagsmunaaðilum á næstu vikum. Þriðja verkefnið sem langar að ræða skipulag Tryggvabrautar. Allt frá árinu 2018 hefur verið í gangi vinna við gerð deiliskipulags fyrir Tryggvabraut, frá gatnamótum við Glerárgötu og að Hjalteyrarbraut.
auk þess sem skipulagið mun ná yfir atvinnulóðir norðan götunnar. Þar sem að ræða þjóðveg deiliskipulag unnið í nánu samvinnu við Vegagerðina og markmið vinnunnar að bæta umferðaröryggi á þessari umferðarmiklu götu, sem og endurskoðun á gatnamótum Tryggvabrautar við annars vegar Glerárgötu, Hörgábraut og Borgarbraut og hins vegar gatnamót Tryggvabrautar í Hjalteyrargötu. Fjórða verkefni sem ég vil ræða Hvannavellir. Frá árinu 2015 hefur verslunarkeðjan Krónan haft í huga að byggja upp verslun á lóð sinni að Glerárgötu 36 og hefur skipulagsvinna fyrir svæðið verið í gangi af og til síðan þá. Því miður hefur ekki náðst nægilega góð niðurstaða varðandi aðkoma að lóðinni til þessa, en mikilvægt að huga vel að umferðarmálum á þessu svæði. Þetta verkefni tengist auðvitað mjög náið skipulagi Tryggvabrautar. Unnið áfram að málinu í samvinnu við hagsmunaaðila á svæðinu og niðurstaða þeirra vinnu vonandi að vænta fyrr en síðar. 5. mál á dagskrá stígaskipulag Akureyrar. Sem 15 verkefnið. Unnið hefur verið að sérstöku stígaskipulagi fyrir Akureyri frá miðju árið 2018 sem sett fram sem breyting á aðalskipulagi. Skipulagið unnið í samræmi með markmið umhverfis- og samgöngustefnu og aðalskipulag bæjarins að auka hlut gangandi og hjólandi vegfarenda allt árið kring. Eins í skipulaginu mörkuð stefnu legu útivistar og reiðstíga. Gert ráð fyrir að tillaga aðalskipulagsbreytingu fari í kynningu á næstu viku. 7. verkefni sem ég vil ræða öryggismál við Hörgábraut. Þann 7. febrúar síðastliðinn var slys á gangbraut á Hörgábraut við Stórholt, þar sem ekið var yfir á rauðu ljósi á gangandi vegfarenda. Frá þeim tíma hefur umhverfis- og mannvirkjasvið, skipulagssvið og Vegagerðin unnið að tillögum og úrbótum til að auka umferðaröryggi þessum vegkafla. Ekki náðist að klára þá vinnu fyrir lok marsmánaðar eins og að var stefnt, meðal annars vegna aðstæðna sem sköpuðust vegna COVID-19, en reynt verður að hraða þessari vinnu eftir föngum og vonandi fáum við tillögu fyrr en síðar, núna bara á næstu vikum eða mánuði. 7. verkefni Holtahverfi. Frá árinu 2017 hefur verið unnið að deiliskipulag Holtahverfis. Stærstu hluti íbúðasvæðisins verður austan Krossanesbrautar en þó eru nokkrar lóðir sunnan við núverandi íbúðahverfi, austan við Bónus. Deiliskipulag hefur ekki verið samþykkt en samkvæmt fyrirliggjandi tillögu gert ráð fyrir 304 íbúðum og 4 svæðum, auk stórra lóðar fyrir atvinnuhúsnæði nyrst í hverfinu við Hlíðarbraut. Skipulagið tilbúið til kynningar og var markmiðið að gera það núna í upphafi árs. Hins vegar var bruni í byrginu þessi valdandi að hraða þurfti vinnu á þeim reit sem gerir ráð fyrir uppbyggingu nokkurra sérbýla sem búsetuúrræði í félagslegu kerfi Akureyrarbæjar. Var því ákveðið að bíða með skipulag Holtahverfis þangað til að því loknu og má því gera ráð fyrir að Holtahverfi komi inn mögulega næsta haust. 8. verkefni Kollugerðishagi. Á síðasta ári voru unnar tillögur að rammaskipulagi fyrir íbúðasvæði Kollugerðishaga og Grænhól ofan og norðan við Síðuhverfi, ásamt því að könnuð var jarðstíft á svæðinu. Niðurstaða þeirra könnunar var að vegna mikillar jarðstíftar þykir svæðið við Grænhól, norðan Síðuhverfis henta síður til uppbyggingar, en Kollugerðishagi henti mjög vel. Markmiðið að ljúka rammaskipulagi fyrir íbúðabyggð í Kollugerðishaga á þessu ári og því næsta, eða eftir því sem tími og peningar leyfa. Þá hef ég lokið yfirferð minni yfir helstu skipulagsverkefni framöndan. Hver staða byggingar og skipulagsmála á Akureyri? En það næsta sem ég langar að ræða, með tilliti til uppbyggingu íbúðasvæða, atvinnusvæða og opinberrar uppbyggingar. Byrjum á umfjöllun íbúðasvæði. Við árslok voru byggingar sem ekki voru orðnar fókaldar eftirfarandi. Það voru 3 einbýlishús, 10 íbúðir í raðhúsum og 236 íbúðir í fjölbýlishúsum. Mikið af þessu nýúthlutað og því komið tiltölulega skammt á veg. 41 einbýlishús á lóð var laus til úthlutunar, þar af 7 í Hrísey. Í deiliskipulagi Melgerðisás eru 4 einbýlislóðar skipulagar en ekki lausar til úthlutunar enn sem komið auk einnar fjölbýlishúsalóðar. 10 einbýlishúsalóðir að auki teljast byggingahagar en eru ekki í auglýsingu vegna endurskoðunar skipulags. 3 við Lækjargötu, 5 við Miðholt, 1 við Norðurgötu og 1 við Lundargötu. Engin raðhúsa eða fjölbýlishúsalóð var í auglýsingu síðustu áramót. Í Hrísey voru 18 lóðir í auglýsingu, 7 einbýlishúsalóðir og 11 sumarhús. Athygli vekur að engri lóð var úthlutað í Hrísey á árinu 2019, þrátt fyrir 75%
afslátt á gatnagerðargjaldi sem samþykkt var í bæjarstjórn á síðasta ári og gildi til ársloka 2021. Í Grímsey engin lóð laus til úthlutunar í eynni, enda þar ekki deiliskipulag í gildi. Það vekur væntanlega athygli að síðustu áramót voru engar lausar lóðir fyrir raðhúsið Fjölbýli á Akureyri. Hins vegar verður að horfa á það í ljósi þess sem ég sagði framar að búið að úthluta mörgum lóðum á undanförnu og alveg á eftir að hefja framkvæmdir við að minnstakosti 8 raðhúsalóðir og 12 fjölbýlishús. Í heildina getur uppbygging óbyggðra en úthlutaðra íbúða í Hagahverfi því uppfyllt íbúðaþörf eins og hún skilgreind í aðalskipulag Akureyrarbæjar til næstu 2 ára. Það hefur væntanlega ekki farið fram hjá neinum bæjarfulltrúa að það hefur hægst verulega á íbúðaþróun síðustu misseri og íbúðatala nær staði í stað síðasta hálfa árið. Með þróun íbúðafjölgunar síðustu ár þá er líklegt að Hagahverfi með 300 til 350 íbúðir óbyggðar, Holtahverfi þar sem við gerum ráð fyrir rúmlega 300 íbúðum, svo að þéttingarsvæðið Skarðshlíð þar sem við gerum ráð fyrir 60 íbúðum, muni dugi lengri tíma en núverandi íbúðarspá aðalskipulags gerir ráð fyrir. Þetta eru næstu 700 íbúðir sem ætti að vera fyrir rúmlega 1500 manns. Til viðbótar gæti svo bæst við íbúðir í miðbænum og Oddeyri 100 til 200 og hugsanlega á Kastsvæði Þórs 80 til 100 íbúðir. Ef það verður bara 1% fjölgun íbúða á Akureyri næsta árin, ættu þessi uppbyggingarsvæði að duga í að minnstakosti 5 ár plús. Það verður líka í samræmi við stefnu í aðalskipulagi þéttingu byggðar og nýta betur þá grunnviði sem þegar eru til staðar. Mikilvægt hins vegar að hafa skýra sýn á næstu byggingaverkinni sem kom í kjölfar þeirra sem ég nefndi hér fyrir, svo að við séum tilbúin ef íbúðaþróun horfir til betri vegar og þess vegna gert ráð fyrir að rammaskipulag Kollafjarðarhaga verði klárað á næstu 1 til 2 árum. Nú langar mig aðeins að fjalla atvinnusvæði. Til að fjölga íbúðum er mikilvægt að fjölga atvinnutækifærum á svæðinu. Það er hins vegar ljóst að lítið hefur verið byggt af atvinnuhúsnæði á síðustu árum. 15 atvinnulóðir voru í auglýsingum áramót sem voru byggingahæfar, þar af 1 fyrir þjónustustofnun og 1 fyrir hafnsækna ferðaþjónustu. Til viðbútar eru 9 atvinnulóðir við Týsnes í auglýsingum með fyrirvarum byggingarhæfi. Til eru 5 skipulegar lóðir við Sjafnanes en hafa hvorki verið auglýstar né gerðar byggingarhæfar. Lóðir við Torfunef og Oddeyrarbót hafa ekki komist til framkvæmda eins og áætlun stóðu til. Til þess að vekja áhuga uppbyggingaraðila er spurning hvort ekki sé þörf á sérstöku átaki þar sem áhugaverðar lóðir til uppbyggingar hér á Akureyri verði markaðssettar og kynntar með beinna hætti en við höfum áður gert. Eins hvort við eigum að lækka tímabundin lóðagjöld af einstökum svæðum þar sem við viljum fá uppbyggingu á stað og ég nefni það sem dæmi til dæmis Sjafnargötu. Næst langar maður að opinbera uppbyggingu. Hér eru nokkur verkefni. Fyrst er nefna Akureyrarflugvöll. Deiliskipulag fyrir Akureyrarflugvöll var upphaflega samþykkt í bæjarstjórn þann 7. september árið 2005. Í því er gert ráð fyrir umfangsmikilli landfyllingu fyrir flughlað og flugskýli sem enn hefur ekki komið til framkvæmda. Árið 2011 voru gerðar nokkrar umfangsmiklar breytingar á deiliskipulaginu sem meðal annars fólust í því að byggingarreitu fyrir flugstofa stækkaði mikið frá því sem nú er. Hvoru tveggja flughlað með lóð fyrir flugskýli og stækkuð flugstöðvar eru því í gildandi skipulagi og ekki því til fyrirstöðu að hefja framkvæmdir á grunni þess. Í ljósi þess að nú virðist ríkja vilji til að fara í þessa uppbyggingu er mögulega tímapunktur líka að setjast niður með helstu leikendum og skoða hvort breytinga sé þörf á gildandi skipulagi eða hvort það dugi eins og það er. Öðru lagi langar mig að nefna Hólasandslínu 3. Skipulagning Hólasandslínu 3 hefur verið mikið upp á borði skipulagsráðs síðustu misseri og ár. Aðalskipulag Akureyrarbæjar gerir ráð fyrir að lína liggi sem jarðstrengur frá Rangárvöllum og sveitarfélagsmörkum Eyjafjarðarsveit og Ósa Eyjafjarðarár. Margar breytingar hafa verið gerðar bæði í aðalskipulagi og í deiliskipulagi vegna jarðstrengsleiðarinnar í góðri samvinnu við Landsnet. Það er nú svo komið að ekkert stendur á skipulagi Akureyrarbæjar svo framkvæmdir geti hafist. Svo aðeins Blöndulínu 3. Minni vinna hefur verið lögð í skipulagningu Blöndulínu 3. Aðalskipulag bæjarins gerir ráð fyrir að lína komi inn í bæjarlandi við Kífsá, en líklegt er að breyting verði gerð þar á, þannig að hún komi beint inn í spennivirki Landsnets á Rangárvöllum við endanlega hönnun línunar. Boltinn er í höndum Landsnets sem hefur verið að taka samtal við sveitarfélögin á línuleiðinni. Í farvatninu er breyting á svæðisskipulagi Eyjafjarðar í þá veru að gert er ráð fyrir útfærslu línunar í gegnum land Hörgársveitar en nákvæmlega verði útfærð í aðalskipulagi.
Þessi breyting á svæðisskipulagi gerð til þess að liðka fyrir hönnunarvinnu, þar ekki að þurfa að breyta legu línunar á mörgum skipulagsstigum ef útfærsla hennar, eða nákvæm útfærsla hennar, verður önnur en fyrstu drög gera ráð fyrir. Fjórða verkefni sem ég langar að nefna uppbygging nýrra heilsugæslustöða. Síðasta laugardag, þann 4. apríl, auglýsti Ríkiskaup eftir 1700 fermetra rýmum undir heilsugæslu til langtíma leigu. Krafa nálað við stofn- og tengigötur sem og almenningssamgöngur. Í auglýsingunni segir enn fremur: í kjölfar þessar undanfarandi markaðskönnunar ráðgert að hefja innkaupaferli leigu eða byggingu húsnæðis sem verður annaðhvort gerður með þjónustukaupum eða með hefðbundnu leigufyrirkomulagi eftir því hvað niðurstöðu markaðskönnun skilar. Fyrirhugað að fyrir lok árs 2020 verði komin á samningur við aðila sem á eða getur annars byggingu og hönnun viðkomandi húsnæðis og séð rekstur þess. Þá skal viðkomandi húsnæði afhent fullbúið að minnstakosti að hluta eigi síður en vorið 2023. Kostur ef hægt að afhenda húsnæði fyrir það tímamark. Við skipulagsráð og skipulagssviði höfum átt í góðu samstarfi við Heilbrigðisstofnun Norðurlands og meðal annars gert ítarlega staðarvalsgreiningu fyrir uppbyggingu heilsugæslustöða. Niðurstaða þeirra greininga gerði það að verkum að við tókum frá lóð undir fjölbýlishús við gatnamót undirhljóðra Skarðshlíðar með það fyrir augum að hægt að breyta henni þannig að hægt að koma fyrir heilsugæslu á fyrstu hæð. Eins greindi niðurstaðar staðarvalsgreiningarnar að tjaldsvæðisreiturinn við Þórunnarstræti hentaði einkar vel sem staðsetning. Við undirbúning markaðskönnunar Ríkiskaupa sem birt var á laugardaginn var hins vegar lítið samráð haft við okkur og okkar fyrstu viðbrögð sem stöndum hér að skipulagi bæjarins voru að það var erfitt að sjá hvernig við getum lagt til lóð eða svæði án undangengnar auglýsingar eins og reglur bæjarins gera ráð fyrir. En eftir fund sem ég, sviðsstjóri skipulagssviðs og forseti bæjarstjórnar áttum með forsvarsmönnum HSN í morgun var það niðurstaðan að við myndum nú á næstu dögum leggja til 4 mögulega lóðir inn í hugmyndavinnuna byggt á staðarvalsgreiningunni sem ég nefndi hér áðan sem svo skoða frekar í samvinnu við Ríkiskaup. Mögulega leiðir þessi markaðskönnun Ríkiskaupa þó til þess að þeir finni hentugt húsnæði til leigu og þurfa ekki að byggja. Hentugt húsnæði sem uppfyllir þær forsendur sem stofnunin gerir. Það væri vel, en væntanlega þarf þó að skoða hvort staðsetningin henti skipulagslega séð vel og í framhaldi gera breytingu á aðalskipulagi til samræmis. Loks langar mig að nefna uppbyggingu á hjúkrunarheimili við Lögmannshlíð. Umræða hefur verið stækkun hjúkrunarheimilisins Lögmannshlíðar og mikilvægt að huga í tíma að skipulagsmálum svæðisins því þau geta alltaf verið tímafrek. Aðalskipulag þjónustusvæðisins við vestursíðu 9 gerir ráð fyrir stækkun en öll deiliskipulagsvinnan eftir og hún forsenda frekara hönnunarvinnu. Nú langar mig að ræða hérna smá hugleiðingu áskoranir við þéttingu byggðar og umhverfisvænni samgöngumáta. Eitt meginmarkmið gildandi aðalskipulags þétting byggðar. Til að nýta betur þá grunngerð sem fyrir og stuðla þannig að styttri vegalengdum milli íbúða annars vegar og atvinnu og þjónustu hins vegar. Þétting byggðar vissulega umdeild, en til lengri tíma hvort tveggja umhverfisvænna sem og hagkvæmara skipulag fyrir rekstur bæjarins. Hlutfallslegu kostnaður við viðhald gatna, veitna, sorphurðu og snjómokstur á hvern íbúa lækkar, ef vel tekst. Göngu- og hjólafjarlægðir styttast, innviðir eins og skólar og þjónusta nýtast fleirum og auðveldara að halda út almenningssamgöngum. Styttri akstursfjarlægðir og aukið hlutfall gangandi og hjólandi vegfarenda felur í sér minni umferð og aukið loftgæði. Með hækkandi meðalaldur samfélagsins einnig mikilvægt að horfa til enn fleiri hluta eins og heimaþjónustu og tækifærum til útivistar og hreyfingar allt árið kring í sínu nánasta nærumhverfi. Síðast en ekki síst sparar þétting byggðar óraskað land sem þá nýtist til landbúnaðar, bindingu kolefnis og eða sem viss svæði planta, fugla og annarra dýra. Með öðrum orðum við með þéttingu byggðar að þróa ný svæði með umhverfisvænum hætti án þess að bæta við rekstrarkostnað til langs tíma. En þétting byggðar einnig vant með farin svo dæmi sanna. Eignarhald lóða og fasteigna geta flækt uppbyggingarverkefni og eða þau mætt andstöðu vegna þess að þau ganga á græn svæði, skyggja á nærliggjandi byggð eða hafa áhrif á ásýnd bæjarins og eitthvað sem nefnt. Við þurfum að vanda okkur betur við þéttingu byggðar en önnur skipulagsverkefni. Það á jafnt við ákvarðanatöku, kynningu og samráð og deiliskipulagsvinnu sem og svo uppbyggingarferilinn allan.
En höfum í huga að ávinningurinn mikill og hann getur leitt af sér betra, umhverfisvænna og fjárhagslega hagkvæmara samfélag til lengri tíma litið. Akureyri umhverfisvænt samfélag í fararbróti á landsvísu og höfum gríðarleg tækifæri til að gera enn betur og þétting byggðar eitt þeirra. Ég ætla að láta hér staðar numið. Þið getið fundið frekari upplýsingar stöðu byggingamarkaðarins í nýlegri ársskýrslu skipulagssviðs Akureyrarbæjar fyrir árið 2019. Efni hennar nákvæmt hlutverk skipulagsráðs og starfsmanna skipulagssviðs ætla ég hins vegar ekki að tíunda frekar hér. Ef eitthvað enn óljóst eða ef þið hafið einhverjar frekari spurningar stöðu skipulagsmála, þá verð ég til taks í umræðunni hér á eftir. Takk fyrir mig. Það er formaður skipulagsráðs Tryggvi Már Ingvarsson lokið máli sínu og næstektu málsbæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Já, takk, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú byrja á því að þakka fyrir þessa ágætu yfirferð. En það eru aðalega 2 atriði sem ég svona velta fyrir mér. Annars vegar það varðandi fyrirhugaða uppbyggingu á Oddeyrinni, þar sem við höfum nú þetta rætt. Ég ætla að segja hérna á þessu vettvangi, þó það hafi verið öll saman í sal og á öðru formi, höfum við rætt þetta mál og sko það er eitt sem ég langar svolítið að spyrja varðandi það. Það er þetta sem ég held að skipulagsráð og skipulagssvið bæjarins sé núna kannski verkefni sem að þetta fólk að koma að í fyrsta skipti og þessi hluta stjórnkerfin okkar sem svona varðandi ábyrgð okkar sem stjórnvald á framtíðar svona vandamálum sem að geta stafað að húsnæði og íbúum og þeirra sem að hafa keypt sér húsnæði á ákveðnum stöðum og í þessu tilfelli varðandi hækkun á sjávarmáli. Og mig langar bara að spyrja hvað forsendur liggja svona að baki því að skipuleggja byggð þarna út við sjóinn, út frá þessu. Hverjar eru spárnar hækkun sjávarmáls hérna hjá okkur og hvernig verið að hugsa það mál. Og svo annað sem varðandi stígaskipulagið sem að minnst var á, sem í vinnslu og bara að detta í einhverja kynningu skilst mér og þá langar mig bara að spyrja hvort að skipulagsráð á ekki eftir að fara saman yfir lokadrög, þar að segja eftir þessi ég best veit þá hefur skipulagsráð ekki fjallað lokadrög sem að verða til sett fram í samráðinu og mig langar að spyrja hvort að það verði ekki örugglega gert þó það hvernig tímalínunni því. En það ekki meiri bili, takk. Það var bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu og orðið laust. Næstektu máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson. Já, takk fyrir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Langar bara að byrja á því að þakka formanni skipulagsráðs fyrir yfirferðina. Það stór verkefni framundan og mig langar kannski bara að byrja á því að hrósa skipulagsráði og skipulagssviði. Íbúunum var hleypt að mun fyrr að málinu heldur en hefur verið gert áður. Þetta stórt og mikið mál fyrir íbúana eins og við höfum og þegar við staðið ykkur vel hingað til. Það eitthvað að vesen með hljóði hjá þér? Nú það? Það fínt núna. Ok, já. Bæjarstjórn hefur verið með á öllum stigum málsins sem ég finnst bara mjög mikilvægt. Þannig að það náist góð sátt en aftur hrós ykkur fyrir vel unnið starf þarna. Varðandi þéttingu byggðar þá það afar jákvætt og líkt og formaður kom inn á áðan þá þetta bara jákvætt að geta nýtt innviðina sem fyrir en ég líka mjög mikilvægt að Ingibjörg. Já, heyrið ekki í mér. Það eins og að komi bara svolítið brotið og bara dettur inn og út. Skrítið, heyrið í mér núna? Já, ég heyrum í þér, en það kemur svona, fylgstu svolítið með, við bara stoppum við af annars. Ok, ég á ekki mikið eftir. Gjörðu svo vel. Takk fyrir.
Já, varðandi kannski þéttingu byggða, þá það afar jákvætt, en ég held að það sé líka afar mikilvægt að vanda vel til verka þegar við erum að fara inn í gróna byggð. Að við séum með skipulagi gott, reglurnar skýrar, þannig að þetta gangi vel fyrir sig. Þannig að íbúarnir í sem minnst fyrir þessu, þó svo auðvitað þetta sé alltaf eitthvað rask. En enn og aftur þetta bara gríðarlega jákvætt skref varðandi það að nýta innviðina og nýta skólan okkar. Því að það sífellt verið að fækka hjá okkur núna, það lægri fæðingartíðni, þannig að við viljum endilega fjölga í bænum og nýta þessi tækifæri. En varðandi heilsugæsluna og uppbygginguna þar, þá bara vona ég það best og hlakka til að sjá eitthvað gerst í þeim málum. Og eins með miðbæjarskipulagið, ég hef mikla væntingar varðandi þá vinnu og hlakka til að sjá hvernig bæjarfulltrúi Hilda Jana leysir úr því. En annars þakka ég bara kærlega fyrir, ekki meiri bili. Það bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sinni og orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana. Ég ætla að biðja ykkur að setja upp rafræna hönd ef þið viljið fá orðið. Hilda Jana Gísladóttir, gjör svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég byrjaði að þakka Tryggva, formanni skipulagsráðs, kærlega fyrir yfirferðina. Það voru bara aðal hugleiðingi mín, svo sem eins og okkar allra væntanlega þessa dagana svolítið þetta ástand sem við erum í dag, þetta COVID-ástand og hvaða það einhvern veginn virðist snerta alla fleti okkar samfélags. Og ég hugsi yfir meðal annars skipulagsmálunum þar, þannig erum við auðvitað að fara yfir svona þetta framtíðarsýn sem við höfum og höfum haft fyrir COVID. Mér langar svona aðeins að fá inn í umræðuna af því að þegar það kemur síðan að því að spyrna við og ég hef mikla trú á samfélaginu okkar þrátt fyrir að þetta stundum niður í sko ómöguleikan og svartsýnina, þá hef ég mikla trú á samfélaginu okkar, en þá þarf ofta að bregðast hratt við en á sama tíma faglega, meðal annars þá með íbúasamráðu sem að getur verið góð leið til þess að taka ákvarðanir þannig. Og mér langar svona aðeins bara að velta því upp þeim vangaveltum hvort og hvernig við getum verið sveigjanleg gagnvart bæði atvinnulífi og breytingu sem eiga eftir að eiga sér stað, frekar til hugleiðingar heldur en endilega sem spurningu til Tryggva, heldur bara til svolítið okkar allra að við og kerfið þurfum að vera reiðubúin að skipta skoðun þegar að mikla breytingar eiga sér stað í sveitarfélaginu með einhverjum hætti þó við höldum okkar kúrs að sjálfsögðu þangað annað kemur í ljós ef svo má orðið komast. En það eru ansi mörg mikilvæg verkefni og ég held að eins og Tryggvi kom vel inn á að þá kannski ekki síst varðandi þessi ríkisverkefni að það standi ekki á okkur og það finnst mjög gleðilegt að vera jafnvel að ganga svo langt að vera reiðubúin með 4 svæði fyrir staðvaldsgreiningu þó auðvitað það hefur verið heppilegra að við höfum bara átt sæti að borðinu það í samráðinu að þá tel ég mikilvægt að við séum einmitt að hugsa okkur sem þjónustu aðila í því samhengi að það strandi ekki á okkur hvort sem það að koma á rafmagni eða fara í uppbyggingu á heilsugæslustöðvum eða flugvellinum og þetta og varðandi miðbæinn, við vitum auðvitað ekkert alveg nákvæmlega hvernig og hvort að fjárfestingar geta verði með einhverjum hætti öðruvísi en að því að bæjarfulltrúi Ingibjörg sagði hvernig ég ætla að leysa þetta miðbæjarskipulagsmál. Ég ætla ekki að gera það. Ég ætla að gera það í samvinnu við ykkur og síðan hagaðila og notendur. Af því það besta leiðin vegna þess að ef að við finnum ekki leiðir til þess að byggja fallegan og flottan miðbæ sem eftirsóknarverður fyrir bæði fyrirtæki og íbúa, gangandi og hjólandi og akandi og þeir sem vilja leggja bílunum sínum og svo framvegis. Þar sem að viðskipti halda ekki áfram að blómstra og þar sem okkur líður ekki vel að þá verður okkur misheppnast. Þannig að ég lít á þetta sem samstarfsverkefni okkar og ég held að það sé mikilvægt að horfa á það þannig og mikilvægt verkefni. Síðan auðvitað getur vel verið, maður veit ekki alveg hvernig hlutirnir spilast núna, þetta rétti tímapunkturinn. Við þurfum auðvitað líka að ná að anda á sama tíma og við viljum vinna faglega en við þurfum kannski líka að vinna hratt. Þannig að þetta svolítið sérstakt að velta fyrir sér skipulagsmálum á tímum COVID. Þetta svona, manni finnst einhvern veginn allt vera með spurningamerki fyrir aftan það sem áður voru staðreyndir. En ég held aðalmálið sé að
í þessu eins og öðru að við vinnum hratt og við vinnum örugglega, við vinnum faglega samt líka og í góðu samráði. Þannig að já, ég vil bara þakka fyrir þetta innlegg og þarna fullt af mikilvægum verkefnum og svo séum við bara reiðubúin að vera liðleg og fylgja tímanum því þetta eru sannarlega flóknir tímar sem mikil áskorun fólkin í bæði fyrir okkur, íbúa og atvinnulífið þetta ekki síst og það við allavega verðum öll á tánum í því hvort sem það í skipulagsmálum og öðru. Takk fyrir. Það Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sinu, næst tekur máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka Tryggva fyrir bara mjög fína stefnuræðu. Þarna farið og tiltölulega snarpan og vel ígrundaðan hátt bara yfir helstu mál sem að skipulagsmálinu snúa og ég vil bara þakka fyrir mjög svona málefnalega umræðu og það hefur verið að horfa fram í tímann en ekki að taka stöðuna eins og hún eða var. Það alveg til fyrirmyndar. Takk fyrir það. Það náttúrulega alveg ljóst að eins og fram hefur komið að við erum náttúrulega mjög sérstakun tíma akkurat núna í þessari COVID-umræðu. Ég vil nú samt kannski velta því bara upp að COVID eitthvað sem komið og það fer. Allavega var það þannig með spænsku veikina á sínu tíma. Og ég veit ekki hversu mikið samfélagi kemur til með að breytast í sjálfu sér á þessum stutta tíma sem þetta var ef allt gengur eftir. Þannig ég held að þetta nú bara að horfa fram í tíman og ætla að það að hér verði hlutirnir í góðu lagi eftir kannski nokkra mánuði, 2-3 mánuði. Og þá bara spurningi hvað við getum gert. Það alveg rétt sem hefur komið hérna fram að þarf að huga eins að því hvernig þetta mæta verktökum og þeim sem eru nú þegar með lóðir og svo aftur hitt hvernig getum við ýtt undir framkvæmdir. Við náttúrulega þurfum að fara í framkvæmdir sjálf og ýtt undir þær, hafa þá tilbúnar lóðir sem eru margar hverja til. En við þekkjum það líka ef allt fyrir á stað að þá verður þetta kannski tiltölulega fljótt að fara í hagahverfinu. Og þéttingarreitirnir sem slíkir í bænum, það mun taka tíma að koma þeim í gegn. Eins og Tryggvi bendir á í sjálfu sér í sinni ræðu að þá þetta kannski það flóknasta sem við gerum. Það að fara með þéttingarreiti af stað. Og við sjáum það bara á umræðinni sem varð reitinir og Eyri þegar við ákvaðum að leyfa þessari hugmynd að fara út í kosmósi bara til umræðu þessa byggingu sem að þessi byggir hafði huga á og hefur huga á að byggja þarna. Það var algjörlega án skuldbindinga á okkar hálfu, samt varð umræðan svo að við varum búin að ákveða að gera þetta, sem dálítið sérstakt. En það segir okkur líka það að við þurfum að fara mjög vandlega í gegnum það hvernig við vinnum þessi skipulagsmál, bara svona yfir höfuð. Og það greinilega ekki alveg einfalt að senda svona hugmyndir út í umræðu og ætla fólki að taka svona kannski málefnalega afstöðu, ræða með kosti og galla og síðan það kannski fyrir okkur að skynja þá aðeins hvernig landið liggur og taka síðan ákvörðun einhverju leið út frá því. Þannig að þetta vandi. Það sem að ég vildi kannski bara ítreka að ég sé í Kollgerðishaganum að þá verið að gera ráð fyrir að klára rammaskipula fyrir 2021-2 en við getum ekki gert fyrir að deiliskipulaði tilbúið ef ég þekki skipulagsmálið rétt. Þannig ég spyr þá líka hver þá ætlunin með deiliskipulaði þannig að við getum allavega haft þetta tilbúið, þetta svæði og nokkuð svona skikkalegum tíma þegar þar að kemur og ég vil allavega horfa þannig á málin að nú sé að rætast einhverju leyti úr orku skortinni sem hér hefur verið eða þessum tappa sem hefur verið í flutningskerfinu að einhverju marki, þannig að það ætti að hjálpa til. Það stendur til að stækka flugstöðun og flughlaðið og við verum að gera ráð fyrir því að það verði þá svona ákveðin innspýting í atvinnulífið hérna á svæðinu þegar þessir þættir komast á betri rekspöl heldur en verið hefur. Og það lítur að þýða það að maður skildi halda að hér yrði
yrðu fleiri atvinnutækifæri til sem þýðir þá sennilega það að hér myndi fjölga fólki eitthvað hraðar heldur en nú er. Og ég held að sé mjög varhugavert að gera ráð fyrir því að fólksfjölgun verði ekki meiri heldur en í dag. Þetta í raun og veru algjörlega óásættanlegt að minni hálfu. Og við verum líka átt okkur að því að við erum í dag með innviði sem að bera töluvert meiri íbúafjölda og þetta kannski eitt af því sem bara grundvallar atriði til að koma rekstri hérna á réttan kjöl og okkur veitum nú ekki af öllum tækifærum til þess eftir að þessu linnir sem nú í gangi því að nú stefnum við náttúrulega í aukna skuldbindingu eins og verður sennilega komið að á eftir. Þannig að ég svona velti bara þessu upp og það sem að ég svona var líka að horfa til það hérna eins og með Akureyrarflugvöll að þar erum við með skipulag. Ef að flughlaði verður nú gert þá þurfum við að gera klára lóðir hef ég haldið undir flugskýli sem að gert ráð fyrir að rísi þar og menn hafa nú verið að tala Arctic Maintenance að setja þar upp ákveðna starfsemi. Og það bara, ég velti því þá bara hvernig við horfum til þess. Blöndulína 3, þar erum við kannski með eitt sem við þurfum að velta fyrir okkur miðað við viðbrögð íbúa sem hafa orðið þegar það var farið að ræða það að taka loftlínuna beint inn á Rangárvelli. Þar til dæmis eitt sem við þurfum að velta verulega fyrir okkur því að það var gert ráð fyrir því að loftlína endaði við Kífsá og þaðan kemur svo jarðstrengur inn á Rangárvelli. Og við erum náttúrulega að fara þarna þéttbýlssvæði, þetta rétt fyrir ofan Giljahverfið og við ætlum að fara að byggja þarna upp í hlíðina í Kollafjarðarsaganum til dæmis líka. Þannig að það eitthvað sem við þurfum þá að spá verulega vel í hvort það bara yfir höfuð hægt. Og þar þurfum við að eiga mjög ákveðna samræði til dæmis við Landsnet áður en að nokkuð verður ákveðið því efni. Þannig að ég alveg sammála því í sjálfu sér að við þurfum að horfa til þéttingar byggðar einhverju marki. En kannski, og það var náttúrulega gert þegar að nýjasta aðalskipulag var samþykkt, spurningin bara hvernig við ætlum að vinna okkur út úr þessu. Og ég held að þéttingin muni taka lengri tíma heldur en við erum kannski ekki ráð fyrir. Ég held að við verðum alltaf að hafa nægar byggingalóðir á nýbyggingarsvæðum til þess að vera með í gangi samhliða þéttingun. Svo getum við líka veltið fyrir okkur. Ef við ætlum að þétta nægilega mikið, verður þá ekki að fara að byggja lengur upp í loftið heldur en gerum bara yfir höfuð. En þá erum við farin að breyta bæjarmyndina aðeins mikið. Og það eitthvað sem að fólk vil. Ég ætla að láta þetta gott heit í bili. Takk. Það bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið mál sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar líkt og aðrir að byrja að því að þakka Tryggva Má fyrir hans ágætu ræðu og líka taka undir það með bæjarfulltrúi Gunnari og þeim sem að tala hér að Tryggvi hefur nú gjarnan þegar hann að fara yfir skipulagsmálin hort fram í tíman. Hann er vakinn og sofinn í skipulagsmálum og hefur stýrt þessu ráði afskaplega vel og mér finnst ástæða til að hrósa honum fyrir það og líka þá samvinnu sem hann hefur sýnt í skipulagsráði. Það hefur verið góð samvinna milli aðila og menn hafa reynt að leysa málin innan ráðsins sem hefur verið að mínum að verið til algjöra fyrirmyndar. En það er kannski það sem við langar aðeins að fara inn á, það menn eru búin að tala vítt og breytt þetta og ég ætla kannski ekki að fara að endurtaka hluti hjá fólki, en við langar aðeins að fara inn á þessa hluti sem að snúa að framkvæmdu ríkisins. Eins og kom fram í aðgerðaáætlun okkar, þá erum við að leggja áherslu á að það verði breytingum á deiliskipulagi í þeim efnu verði flýtt og eitt af því sem við erum að horfa á náttúrulega hjúkrunarheimili. Eins og menn vita þá samþykkti bæjarráð í síðustu viku að lýsti yfir vilja sínum til þess að það yrði farið í byggingu hjúkrunarheimilis hér á Akureyri og mér og bæjarstjóra var falið ásamt bæjarstjóra og sviðsstjóra fjársýslusviðs var falið að ræða við ríkið með þetta mál og Ásthildur bað mig að koma með á fundinn og við fundum með þeim í dag og það er fullu vilji til þess að fara áfram í verkið og við munum aðeins ræða þetta í bæjarráði á morgun og fara yfir niðurstöðu þeirra viðræðna en það er skipulagið þá út í vestursíðu sem ég langar að spurja hvernig við getum komið því sem hraðast í gegn. Það er náttúrulega hægt að fara á stað
áður með skal ég segja samkeppni bygginguna og svo framvegis áður akkurat að deiliskipulagið þarf ekki að klárast áður að það gerist en eins og maður aðeins að velta yfir hvað svona tímafaktori í slíkri vinnu og fá það hjá Tryggva hvort að geta aðeins upplýst okkur það. Ég líka að taka undir með bæjarfulltrúa Gunnari að það þarf aðeins að huga þessari flughlaðsuppbyggingu, þar að segja deiliskipulag og Tryggvi kom ágætlega inn á það í ræðu sinni að það væri kannski rétti tímapunktur til þess, en hins vegar það þannig með byggingu flugstöðar, að ég var nú í þessum verkefnahópi sem var fjallað byggingu flugstöðar og þar gert ráð fyrir því að flugstöðin rúmist innan þess skipulag sem til staðar, þannig að það þarf ekki að gera breytingu á skipulag vegna uppbyggingar flugstöðurnar en mögulega þarf að skoða deiliskipulag vegna flughlaðsins og ég held að það sé mikilvægt að menn hafi það í huga. En ég ætlaði bara að tala þetta, mér finnst þetta að vera ástæða til þess að fá fram í umræðunni, en annars ég bara góður og þakka fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundsson lokið máli sínu, ég ætla að biðja varaforseta að taka stjórn og gefa mér orðið. Já, bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Takk fyrir það. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, mér langar líkt og aðrir að þakka Tryggva Má Ingvarssyni fyrir mjög svo greinagóða ræðu og yfirferð á skipulagsmálunum. Og svo sem ekkert mikið við þetta bæta það sem hefur komið fram, ég er sammála því sem hefur komið fram hérna í umræðinu, stærstu leyti. Ég er ofboðslega ánægð með hvernig skipulagssviðið og skipulagsráð hefur einhvern veginn verið á tánum og með nánast allt undirbúið þar sem við erum að velta fyrir okkur núna á þessum tímum, að flýta jafnvel og einmitt ríkisverkefnin. Og mér langaði aðeins bara til að bæta við þarna og það varðar flugvöllinn. Á sínu tíma var gefið út framkvæmdaleyfi og ég hefði haldið að að það væri hægt að byrja ansi hratt og það væri gott ef að Tryggvi gæti kannski upplýst okkur það hversu hratt væri hægt að byrja á að flytja til dæmis olíutankana og undirbúa verkið. Hvort að það þarf einhverja sérstaka skipulagsbreytingu eða tíma í það. Að öðru leyti þá bara tekið undir það sem fram hefur komið í máli bæjarfulltrúa sem þokkalega sammála svona flesta hluti. Það má hins vegar velta fyrir sér þetta ýmsu, og þessi framtíðarsýn í þéttingu byggðar og hversu langt við erum komin í því og hvaða tíma það tekur og hvernig við ætlum að vinna þau mál kannski betur í gegnum bæjarfélagið og fyrir íbúa. En að öðru leyti bara takk fyrir kærlega og lagt til að fylgjast með og fá heyra svörin. Já, bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir lokið máli sínu. Þetta er svolítið sérkennilegt, þurfum ekki að labba aftur í sætið. En ég færi þessast aftur stjórn fundarins. Já, takk fyrir það. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Líkt og aðrir vilja þakka þér Tryggvi fyrir bara mjög greinagóða yfirferð og tek undir hólið líka bara hvernig ráðið hefur staðið á málum og þú, eins og ég hef nú oft gert áður, ég held ég hafi gert það hvert einasta skipti sem þú er farið með þessa ræðu. En ég held líka í hvert einasta skipti sem þú hefur farið með þessa ræðu hef ég ýtt á þig varðandi nöfnuðina Tryggvabrautina. Mér finnst þetta mál hafa tekið gríðarlega langan tíma og þarna erum við að tala umferðar óöryggi sem bara við verðum að taka á, þannig að bara enn og aftur vil ég ýta undir það og ég veit að þetta tekur tíma og samvinnu og allt svoleiðis en mér finnst þetta orðið heldur langur tími. Mér langar aðeins að velta upp að því að fólk hefur svona nefnt við mig að það hefur pínu áhyggjur varðandi umferðar álag sem er í rauninni þegar orðið við Glerárgötuna og Tryggvabrautina. Hvernig það muni koma út þegar verslun og íbúðir verða komnar á Hvannavallareitin. Ég veit á að koma hringtorg og allt svoleiðis en það sem að fólk hefur áhyggjur að eru gatnamótin Tryggvabraut Glerárgata. Ég bara vil fagna því náttúrulega líkt og við örugglega gerum öll að fara af stað varðandi heilsugæsluna og finnst þetta fyrirmyndar að þið verið bara tilbúin í þeim efnum.
Það sem að við höfum kannski aðeins lagt áherslu á að það til dæmis aðgengið að heilsugæslunum, að það verði hugað vel að bílastæðamálum og langbest væri náttúrulega að það væri innangengt, þannig að væri bílastæðakellari, þannig að þeir sem eiga erfitt með gang og að koma sér á milli staða, það væri þá hugað að því. Svo langar mér nú bara að brýna okkur öll varðandi uppbygginguna á öldrunarheimilunum, að við lærum af fyrri reynslu og högum byggingu og hönnun líka út frá rekstrar hagkvæmni, því að við höfum nú aðeins fengið í hausinn varðandi reksturinn við uppbygginguna á lögmannslíð, þannig að bara til að brýna okkur öll. Og tek bara undir þeim sem að hafa rætt varðandi þéttingu byggðar, eins og þú sagði sjálfur. Þetta oft erfitt og flókið og tekur gríðarlega langa tíma. Auðvitað erum við öll að tala fyrir þéttingu byggðar, því að oftast það hagkvæmt, ekki alltaf. Þannig að en allan að það fari ekki uppbygging hér í bænum fari ekki að hægja á sér vegna þess að við séum eitthvað sein með úrræði. Varðandi tímabundna lækkun og lóðagjöldum, mér finnst bara velkomin til greina við hugsum það og því við þurfum að styðja við atvinnulífið og ég held að þessi tími, COVID-tími og þessi skrýtni tíma núna sem að COVID kemur með sér muni hafa gríðarlegt álag og högg fyrir atvinnulífið hér á svæðinu og þó að komi til rafmagn og uppbyggingu flugvallar þá mörg hver fyrirtæki sem að þurfa örugglega stuðning og þetta örugglega fín leið til þess að hvetja til uppbyggingar. Ég held að ég sé bara komin með í bili. Það bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sínu, næst tekti máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætlaði nú aðeins að fá að skjóta inn smá viðbót. Það snýr kannski að þessi miðbæjarskipulagi og reyndar þessum reytum sem eru búin að vera ansi lengi í umræðunni. Tryggva Burðar reyturinn og Hvannavelliðnir í sjálfu sér líka. Sko, ég var varfið það á fundi sem við áttum með miðbæjarskipulagi daginn að það eru koma alltaf fram mismunandi skoðanir það hvernig best væri að gera hlutina. Nú held ég við sem bara komin þangað að við munum aldrei ná 100% samkomulagi hildar myndina sem slíka og það sé bara orðið allt í lagi að við erum þó komið það langt í þessu, sýnist mér og í mörgum öðrum málum að við förum bara að greiða atkvæði og bara taka af skarið að fara að klára þessa hluti og koma þeim í gang. Þó einn eða tveir sé ekki sammála eða þrír, það bara skiptir það ekki orðið neinu máli vegna þess að kannski þessi mál ekkert svo sérstaklega íþyngjandi sem slík miðað við það hvert málin eru komin. Og ég bara mælist til þess að ef við förum að hittast aftur og ræða þessi mál, það verður bara borið upp, viljum við hafa þetta svona eða viljum við hafa þetta hinsegin og við bara tökum af skarið, klárum þetta, komum þess að stað. Annars verður þetta enn eitt kosningamálið. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls formaður skipulagsráðs Tryggvi Már Ingvarsson. Takk. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég langar að byrja að þakka hlý orð í minn garð og okkar sem stöndum að skipulagi bænum. Ég ætla að fara bara gegnum þessar spurningar. Lið fyrir lið. Bæjarfulltrúi Sóley Björk, þú minntist á uppbyggingu á Oddeyri og hækkun sjávarborðs. Þetta vissulega eitthvað sem við þurfum að skoða. Þetta var skoðað í rammaskipulagi Oddeyrar og mun vera aftur skoðað í þeirri skipulagsvinnu sem framundan er. Og þá myndi ég ætla þá helst þannig í deiliskipulagsvinnunni. Þetta ein forsenda skipulagsvinnunar. Eins og ásamt hlutum eins og vindálagi og grundun sem var líka til umræðu þegar að þessar tillögur voru kynntar Oddeyrinna. Það var umfjöllun hækkun sjávarborðs núna í Fréttablaðinu held ég núna helgina. Og þar kom fram svolítið svipað eins og við höfum verið að ræða í skipulagsráði að landris hér á Norðurlandi fylgir nokkuð veginn hækkun sjávarborðs eins og hefur verið og spáð er.
við erum svolítið á núllinu. En samt hefur þessi umræða verið að við þurfum að lyfta okkur örlítið upp sem sést í lægstu byggð. En þetta eitthvað sem við þurfum bara að skoða betur og skoða betur í þeirri vinnu sem framöndan. Og það er rosalega erfitt að fara í kostnaðarsamar rannsóknir svona snemma í ferlinu, þú veist, maður tekur þetta eiginlega bara bita fyrir bita og þetta eitt af því sem við erum sem framöndan að skoða betur. Stígaskipulagið, þú spurð hvort að skipulagsráð muni ekki lesa yfir lokadrög áður en það verður endanlega samþykkt til kynningar. Það hefur verið hátturinn hjá okkur í skipulagsráði að þegar að þessi kannski grunnkonsept skipulagstölu eru komið fram og menn eru sammála þessum grunnkonseptum, að þá höfum við bókað við heimilum sviðsstjóra skipulagsráðs að kynna skipulag á þessu forsendum. Og í bókun skipulagsráðs á síðasta fundi þá var samþykkt að leggja fram stígaskipulag til kynningar og samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Kynningin hefur dregist auðvitað vegna COVID-19 og svo líka vegna þess að Akureyrar hefur upptekin við COVID-19 og við ætlum að reyna að kynna þetta með rafrænum hætti, halda kynningafund á netinu bara svolítið svipað eins og við bæjarstjórnarfundurinn er haldinn í dag. En ég vona að það verði gert á næstu vikum og bara eins fljótt eins og hægt er. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Isaksen, það rétt að við þurfum að skerpa á reglum við uppbyggingu grónuhverfum og það á ekki verið í boði að við höfum, eins og nokkuð dæmi hafi verið síðastliðin ára að hafa opna grunna innan græn og byggð svæði. Og við þurfum að skerpa á reglum þannig að við gerum meiri kröfu til uppbyggingar þegar við erum að þétta byggð en kannski þegar við erum að byggja á svæðum út frá bænum. Bæjarfulltrúi Hilda Jana, ég svo sem ég markaði enga spurningu frá þér. Ok, Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Ég tek undir það að þétting byggðar tekur lengri tíma og við þurfum að hafa önnur svæði til uppbyggingar. Við erum með Holtahverfi, við eigum eftir að taka svolítið umræðan það en það eru 300 íbúðir, bæði fjölbýli og það eru líka sérbýli. Og það er mikilvægt að við hröðum vinnu við rammaskipulag Kollugeirar. Við stefnum á það ennþá að klára það fyrir lok þessa árs. En það fer eftir hvort að það er svigrúm í starfsáætluninni. Því að vinna við Kollugeirar er pínulítið sveigjanleikinn í okkar starfsáætlun. Þannig ef það er einhver fjármunir í lok árs þá munum við klára málið, annars fer það yfir á næsta ár. Varðandi Blöndulínu 3, þá er ég bara alveg sammálaður að þessi umræða hvar Blöndulína 3 tengist inn í Rangavelli, hún hafa alveg eftir að taka þá umræðu, en það segir aðalskipulag okkar enn þann dag í dag að hún kom inn á Gífsá og við höfum ekkert samþykkt neina breytingu þar En nú eru Landsnet í stórum spennivirkir og þeir eru ekki að fara að gera yfirbyggt spennivirki við Gífsá. Mér finnst það nokkuð ljóst að við þurfum að taka þetta mál upp á næstu. Tryggvi, það er eins og Tryggvi, býta aðeins. Það er eins og það hefur dottið aðeins út netið eða eitthvað hefur svona fraust í smá stund. Ok, hvar var ég komið þá? Þú varst búin með Gífsá og varst að svara Gunnari Gísla. Já, ég tekur henni bara undir það að við þurfum að taka þessa umræðu og henni er ekki lokið. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin, þú spyr hver tímafaktor vinnu hjúkrunarheimilis. Við Pétur sviðstjóri skipulags ræddum þetta bara núna í síðustu viku og viljum bara helst hefja vinnu á morgun og hafa þetta klárt í haust. Það eru einhverjar kannski 3 mánuðir frá því við byrjum. Því þá var tiltölulega einfalt, aðalskipulag til staðar, þetta er bara deiliskipulag á grunni þess. En það þarf að ljúka þessu áður en við hefjum aðra hönnun. Bæjarfulltrúi Hallabjörg, þú spyr hversu hratt við getum byrjað á breytingum á flugvöllum. Það er bara gildandi skipulag. Heimilar okkur að gera það sem það stendur og við þurfum raun og veru bara að gefa framkvæmdaleyfi fyrir öllum
Já, og framkvæmdin getur bara að fara af stað á grunni þess. Það þarf ekki að fara í breytingu á skipulagi nema að koma einhverjar nýjar kröfur eða þarfir. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir, þú spurðir Tryggvabraut. Þetta verkefni búið að vera lengi við byrjum á Tryggvabrautaverkefninu eiginlega í rammaskipulagi Oddeyrrar og þetta hefur nú tekið sína stig á stigi. Við vildum vera komin lengra með það á síðasta ári en það gerist undir þannig að fjármunir bara klárast og við stoppum vinnuna og byrjum svo bara aftur núna í ársbyrjun á nýju starfsári. Og ég vonast eftir því að þetta klára sem fyrst. Þú ræðir hann umferðarálag sem gæti orðið vegna uppbyggingu verslunar á Hvannavallreit og íbúða. Þetta allt inn í þessari umferðarmódeli sem við erum að skoða í samvinnu við Vegagerðina. Og það tillaga hjá Vegagerðinni að með því að hafa hringtorg á þessu stóru gatnamótum, þessum Glerárgata og Hörgábraut, Borgarbraut og Tryggvabraut mætast að virki þetta sem best. Eins að það sé hringtorg á Mósu Hvannavelli, þessi Hvannavelli komin á Tryggvabraut og þá verður umferðin það líkist hvað mest umferðina. Þú ræddir aðgengi að heilsugæslu og ég tek bara undir það. Við þurfum virkilega að hafa í huga gott aðgengi að heilsugæslu og það sé eins og þú nefnir. Þetta bara góðu punkturinn í þá vinnu sem framöndan að hanna heilsugæsluna þannig að þú gætir gengið þar þurru fótum inn. Síðan Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason, þú komst inn á miðbæinn og vilja greiða atkvæði til Frank og ég raun og veru bara klára þetta mál eins og þú segir að þannig að það ómögulegt að láta þetta velkjast endalaust og ég bara þér hjartanlega sammála og það sem best það að það fylgi þetta svolítið sem við erum að gera með vinnuhópni núna, það fylgir pínulítið fé og alvara með störfum vinnuhópsins, þannig að leið og við klárum þessa vinnu og breytum skipulaginu, þá fer vonandi eitthvað að gera strax í kjölfarið. Ef við breytum deiliskipulaginu og svo gerist ekkert næstu 4 árin, þá verður þetta aftur vinna eftir 4 ár. Það mín skoðun allavega. Með því að það sem mikilvægast að við förum að framkvæma í takt við skipulagi þegar skipulagsferlinu lokið. Í því felst ákvörðunin. Þá hef ég lokið máli mínu held ég. Og þá er formaður Tryggvi Már Ingvarsson lokið máli sínu, orðið laust. En fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs, þá segir við þessari umræðu lokið þennan lið.